Hlýtur að bara ánægður með stíl? Ég er mjög ánægður með stíl, ég er mjög ánægður með leikinn líka og hollinguna á liðinu. Þannig að ég var mjög sáttur. Við töldum okkur óhefna eða svona gekk á ýmsu á móti í leik sem við töldum að við getum unnið. Þannig að við vorum komið bara albúin til þess að reyna að leggja okkur fram og reyna að sigra leikinn. Þið hlýtur að vera svekktir að gera yfir í hálfleik? Já, við vorum svekktir í þeirri stöðu en þetta er svo annað, þetta er langur leikur, þó þetta er sanns 90 mínútur þá var það langur tími. Við sköpuðum okkur færi í fyrrhálfleik sem hefði heilega getað gefið okkur mörk, 1-2 mörk eða ekkert mikið í sjálfu sér. Þannig að það var mikilvægt að halda einbeitingu og halda fókus og við gerðum það og þetta svona skilaði sér ágætlega. Mér fannst þið bara vera betra aðilinn lunga eins og leik. Lunga leiknum, það var kapli í fyrirleik sem að hljóðin komist aðeins inn í, það var bara lítill kapli en þeir áttu náttúrulega ákveðin tækifæri og fóru að setja okkur þrýsting í seinni hálfleik og sumt aðeins var ágætt. Við vorum heppnir einu sinni tvisvar að fá ekki á okkur mark. Frábært mark sem Haukarnir skoruðu reyndar og þegar heiðskilið fyrir það, bæði fyrirgefinn og skallinn alveg ekstra flottur. Þannig að það var mjög vel gert hjá þeim. En við vorum svona aftur nálægt í hérna einu sinni tvisvar að bæta á en ég held að þetta sé sanngjarn sigur í okkur. Ég er ekki að mjög fá færi á okkur í orðinni. Já, við erum nokkuð þéttir en enga síður. Ég verð ekki á að við höfum gefið mikið neitt. En það verður sjálfsagt seint en þeir stóðu vaktina ágætlega og svona bragur á liðinu mínu er ágætur. Takk fyrir. Já, hann er komið Magga Kilva líka. Maggi, tap hérna heima í fyrsta leik, þetta er ekki óskapurinn heima öll? Nei, þetta er náttúrulega bara selvvillig byrjun og við mættum bara ekki til leiks og voru allt margir lykilmenn sem voru bara slakir í dag og bara fengið þessu áttu verðspildu. Talar um þessar lykilmenn og það eru margir meiddir? Jú, það eru nokkur meiddir en þeir sem áttu okkur í staðinn áttu alveg að fylla þau skörð en mér fannst bara margir lykilmenn bara ekki nógu góðir í dag og þá fer þetta svona. Stálheppnir verður ekki undir í hálfleik? Já, í rauninni Stálheppnir, það fór þetta í stöngina en Hilmar Atli hefði líka sett hann en hann var klaufið hann inn í markið að þeir náðu að verja en svona heilt yfir þá kannski getur vel verið í færum og eitthvað að þetta verið jafntefli en þeir bara koma ákveðið til leiks og okkur gekk mjög illa með Amjóbi þetta frammi og það bara fór illa með okkur og við fáum bara það sem við skilji. Sóknarleikurinn lagast aðeins í seinni hálfleik en hann er bitlaus? Já, hann var alls ekki nógu góður og vangbyrðin sem hafa verið okkar aðal voru bara týndir í það, sáust ekki og þegar svoleiðis er, okkar spila á að byggjast upp á þeim og þá var þetta bara ekki gott, það er bara svoleiðis. Hvað tekur við? Það er bara að halda áfram, það eru nokkur leikir eftir og það er bara næsti leikur á miðvikudaginn hérna heima. Hvað getur sagt okkur með þessa menn sem eru meiddir? Meti, Danna? Meti, Danni og svo er Ísak Örn búinn að vera meiddur, hann er búinn að byrja leikina, Keflavík eftir í mót og hann er búinn að vera svona halda ákveðnum krafti þetta frammi og hefur verið ógnun nokkuð svona helst fram á við og þessi menn bara allavega klári í næsta dildreng. En eins og menn eins og Aron Smára og Davíð Birgis, þeir ekki hópið þar, þeir meiddir eða? Já, þeir eru búin að vera meiddir og Aron Smára allavega en Davíð var bara ekki í hópnum í dag og þetta er bara varðast að komast í hópnum. Bikarleikur á miðvikudaginn gegn KF, ekki svona eiginlega skildur sig. KF meina er það ekki svona skildur sig? Það ætti að vera það en ég meina ef menn mæti ekki til leiks þá töpum við fyrir hvaða lið sem er en ef við erum klárir og rífum okkur upp á raskattum sem við ætlum okkur að gera þá ættum við að vinna það. Takk fyrir. Já.